Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Til mín komin varaformaður Geðhjálpar, það Elín Ebba Ásmundsdóttir, eins og ég búin að leggja mikið á mynd til að muna þetta. Það skiptir enga máli. Nei, þetta rétt, þetta komið til skila. Já. Heyrðu, en hérna tilefnið ég bæði að koma, það ekkert skemmtilegt. Nei. Það þetta mál í Neskustad. Það sem maður sem átt að vera í nauðungarvistun var það ekki. Og við þekkjum framhaldið sem alveg hryllilegt. En sko, ég að skilja þetta rétt að það hafi bara vantar pláss fyrir mannin. Þannig að þurft að fara fyrr út í samfélagið vegna þess að það ekki aðstæð til að hýsa fleiri sem að þurfa að nauðungarvistun halda. Sko, ég var nú að horfa fréttirnar á hérna í stöð 2. Já. Og þá að tala við heilbrigðisráðherra og dómsmálaráðherra og yfirlæknir og landsánum sko. Já. Að þeir ætla allir að bretta upp ermarna núna og reyna að það búið að vera lengi á sko teikniborðinu svona öryggisdeild. Já. Og ég veit ekki af hverju að það hefur senkað svona en ég svona mín nálgun á þetta því við þurfum náttúrulega að bregðast við þeim vanda sem það þarna fullt af einstaklingur sem kannski þurfa töluvera aðstoð. Já. Og eiga alls ekki að vera einhvers staðar einir í herbergi og ekki þykjandi neina aðstoð sko. Já. Og það alveg miði á eitthvað hryllilegt eða einangraða mikið. Fólk verður, þú veist, við verðum öll píld, við erum þannig gerð mannskepnan að ef við erum ein, hérna eins og þegar við vorum út á slettinu og svona, ef við vorum skilin eftir ein, þá verðum við náttúrulega ósjálfrátt dálítið hrædda því við þurfum að verja okkur og það sama gerist þó við búum í stórborg eða eitthvað svona. Já. Að við þolum ekki sko einangrun þó við hefum aðgengi af fólki það bara ef maður tilheyrir hvergi og það heldur ekki tilvíðan svo Bretar búin að setja bara sérstak ráðuneyti sem heitir einmannaleika ráðuneyti. Alveg rétt. Og í þessum sko vestrænu þjóðfjölum þá til dæmis gamalt fólk að deyja og ekki bara gamalt þetta fólk að deyja og uppgötast ekki fyrir mörgum vikum seinna að það sé dáið. Það enginn sem að fylgjast með því. Svo að við þurfum að bregðast þessu en svo þurfum við líka að kíkja við erum nú að því við vorum að tala saman við erum bæði fædd á miðri síðustu öld að samfélagi hefur breyst alveg gífulega því ég vil meira sko horfa á orsakaþættina. Þetta eru afleiðingar og við þurfum að bregðast við þeim en við þurfum líka að huga að forvörnum að sko samfélagsgerðin allt öðru vísi. Við erum það allar kynslóðir hver í sínum kassa. Hérna áður fyrir þá byggum við saman það var eldra fólki sem studdi yngra fólkið og ég farin að hugsa svona í dag sem ég ætla kannski vera eitt af mínum börnum sem búa í sama hús og ég þannig ég get stutt þegar ég hætt að vinna af því að og hugsa ykkur einstæði foreldrar og svona núna þegar eru verkföllin að þá þú kannski ef þú átt að hafa ömmu eða frænkur og svona sem getur leita til en þeir sem hafa ekkert svona bakland og þá ég hugsa fólk sem kemur kannski erlendum uppruna sem ekki með stór fjölskyldu. Þetta hefur allt áhrif á heilsuna, ekki bara geðheilsuna heldur líka líkamlega heilsu og við þurfum einhvern veginn að koma með öðruvísi lausnir en ef eitthvað gerist hérna á Íslandi þá alltaf lausnin. Við þurfum fleiri pláss, við þurfum fleiri heilbrigðisstarfsmenn, okkur vantar hjúkrunarfræðinga og okkur vantar lækna og okkur vantar hitt og þetta. En við sem samfélag, við eigum líka hluta af máli. Já. Menntunin á líka hluta af máli. Við höfum á einhverjum tíma ákveðið að allir eigi að læra eitthvað ákveðið, allir eigi að geta lesið og skrifa ritgerð og ég veit ekki hvað. Svo búum við til listaháskóla og við búum til alls konar nám, en við erum alltaf að ætlast til að þessu fólki að allir geti til dæmis, geti skrifað. Það búið að setja allt til dæmis á háskólastig, til þess að hækka launin, en þá missum við þetta fólk sem kannski með lesblindu eða kannski á erfitt með að skrifa og það getur ekki farið í þetta nám og þá kannski lenda þeir í einhver lægri launum, þá kannski verða reiður og svona og þannig að mér finnst að þurfa að endurskoða allar námskrár. Já. Það ekki bara að fara í verkvöld og vilja hann í launum viljum það, en ég vil á sama tíma að kennara berjist fyrir því að við erum komið allt annan hóp í hendurnar. Og við erum farin að vera miklu duglegir að greina, en við þurfum að, til sem ég bara hugsa núna, því bara hugsa upp á
við erum alltaf að greina einstaklinga og við erum alltaf að segja þessi einstaklingsvandamál. Ég vildi gjarna til þess að sálfræðingar myndi beina þekkingu sinni ekki endil á einstaklingin, heldur beina þekkingu sinni á stærri heildir. Hvernig getum við haft áhrif á líðan heils bekkjar? Hvernig getur sálfræðingur komin í bekk? En við erum alltaf að taka einn og þetta út og við erum alltaf að setja merkimiða og ég var til dæmis líka að hugsa um að því ég er að vinna með mikið á svona þessum köllum jafningjastarfsmönnum, fólki sem hefur sjálft átt reynslu og er farið að vinna við þetta og Landspítalinn Geðdeildin er farin að ráðast líka einstaklinga, að það segir við mig, það myndi ekki hjálpa mér í dag að leggjast þennan geðdeild, ég vil ekki leggjast þar. Af því mér finnst það ekki hafa verið komið fram við mig eins og mannesku heldur sem eitthvað svona tilfelli eða sjúklingur sem þarf að gera eitthvað við eða hjálpa. Skilurðu? Já. Þannig ef við höldum áfram, ég vil alveg fá fleiri pláss á geðdeildum. Ég er ekkert mótið því, en við þurfum líka að breyta hugmyndafræðinni sem það ríkir, að því hún er enn dálítið þetta með að greina og setja og aðgreina okkur frá í staðan fyrir kannski erum við bara að bregðast eðlilega við einhverju sem er ekki heilbrigt og þó ég vil ekki fara inn í þetta mál en ég sá bara, þú veist, hann hefur eitthvað verið að nota kannabis og áfengi og bla bla bla. En af hverju sækjust við í svona efni? Það eru þeir frekar sem þurfa að deyfa sig sem hafa orðið fyrir einhverjum áföllum í lífinu. En svo erum við líka að passa okkur, við höfum ekki kenna einhverjum að því hérna í gamla dag þegar ég var ung og var að læra, þá var talað svona að það var ákveðna tegundur af mæðrum sem eignuðu ákveðna tegundur af börn sem mæðrunum var kentum. Við erum ekki að fara þangað, en við þurfum samt að vera meira meðvituð að fólk verður fyrir áfalli og við erum kannski ekkit að bregðast til því, en við erum kannski orðin betur af því núna, en krafan er alltaf, ég er með einhverja greiningu, ég vil fá þessa hjálp. En það er svona einstak, já, nú er ég komin í alveg hringi, ég er svona, það er þetta með að það er svo mikið í samfélagsgerðinu og bara til að segja þér að því að nú hérna erum við farin að hugsa á sumstofum og í Norðurlöndum líka öðruvísi. Hérna áður fyrir það fekk aldrei fjölskyldan að vera með, heldur var einstaklingar tekin út og fjölskyldan var svona haldið til hliðar. Nú er farið að vera miklu algengara að það sé allir kallar á borðinu ef einhver er í vandræðum. Þá er systkini, vinir, jável kennarar, samstarfsfólk. Það er allir kallar á borðinu og hugsa hvað teljið þið að sé ástæðan fyrir að viðkomandi sé eiga erfitt? Hafið þið eitthvað til að leggja að mörkum til þess að styðja við viðkomandi? Þannig að þá koma allir að borðinu. En þá náttúrulega er ekki lausnin í einum geðlækni eða skilur við. En við erum farin að sjá það að það er eitthvað í samfélaginu, eitthvað í samfélagsgerðinu sem gerir það verkum að við ráðum ekki við þetta líf og kannski vantar einhver stuðning, en stuðningur þarf ekki endilega að vera í formi sérfræðinga. Við þurfum líka að vanda okkur dálítið að nota þá til kannski erfiðustu málunum. Já, en nú eru sum tilfelli ábíla mjög alvarleg og mjög erfitt og fáar lausnir. Já, ég sagði það líka í byrjun, við þurfum líka að byggja við það, við þurfum að bregðast við þessum vanda sem er þegar, en á sama tíma líka að vinna í við viljum ekki að sé til fátækt fólk í Íslandi, við viljum laga það og við viljum líka laga það að veikt fólk sé þar sem að því bara, líður best, ég veit ekki. Já, en sjá til dæmis hvernig við erum, ef að maður segjum að ég var ungu maður og hefði lent á brotið eitthvað af mér og fer í fangelsi og sita af mér, svo því ég kem út þá vill enginn hafa mig í vinnu. Ég er kannski búin að brenna einhverja brýr á baku mér, þannig ég þarf að vinna upp traust og svona. En ef ég er settur út á jaðurinn og ég fæ ekki tækifæri, það bara leiðir mig það að ég verð reið og hérna mér finnst ekki á sem tækifæri og ég er einmitt á þessu núna að því það hafa orðið núna með stuttum millibili mjög nálægt okkur eins og núna í Svíþjóð, þessi ungi maður sem að núna 10 mann sem að urðu undir það. Og ég tala nú ekki það sem gerist í Noregi fyrir 20 árum sem að heil eiga, sem ungt fólk var sem var í pólitík og vildi gera betra samfélag. Það sem að, þú veist, ef þetta hefði verið útlendingar, hvernig hefði við brugðist þá við? En þetta voru, sem sagt, normaður og þetta er Svíi og hann ræðst á sitt eigið. Og hérna, það er einhver þarna, það er einhver
gremja, það einhver vombriði eða eitthvað sem kemur þarna. Og svo til þess að í Bretlandi þá það ungur maður sem eru fjölskyldu sem að hann fæddur í Bretlandi en hann sker sig úr, þá verður rosalega uppþeytt. Þá allt brjótað að bramlað. Hefðu þið gert eins, þetta hefði verið Breti, sko, ef maður segir hreinræktaður innan gæsa. Breti, sjáðu. Já, sem það nú samt allar sinn aldur í Englandi, sko. Já, og talandi það, því það voða lítið talað það, en að því það alltaf svona reynd að klína geðunu við, ef einhver brýtur af sér eitthvað svona, þá náttúrulega geðveikur. Þessi tveir menn voru ekki geðveikir, þó kannski reynd, en það eru þeir sem eru geðveikir, þeir eru meira hætta á að það sé ráðast og þá frekar að þeir gera eitthvað af sér. Þannig að það líka passa upp á það. Það alltaf, sko, alltaf sama sem merki eitthvað gerist sko, þá hlýtur hann að vera geðveikur, en það bara ekki svoleiðis. Þeir eru meiri hætta að þessi aðrir sem ráðast á þá. En sko lyfin, það mjög lítinn prósenta, en það þekktar aukaverkanir að þú getur fengið svona klikkaðar hugmyndir að drepa alla eða hengja eða hvað sem veri. Það aldrei talað það. Og þetta eru meðulinn sem eiga hjálpa okkur sem geta líka, og þetta ekki bara í geðlyfunum, mörg af þessu lyfin sem verið að gefa okkur geta snúist upp í andhverfu sína, en við gleipum alltaf við því að því það kemur úr einhverju sérfræðingum, en við þekkjum ekki verkanir, en þetta ofta ekki talað uppátt en þetta mjög vitað meðal þeirra sem að hafa þurft að nota ákveðin lyf og hafa fengið svona skrýtnar hugmyndir og hafa hræðst mjög mikið. Og þau lyf eru bara ennþá á markaði? Já, en það svo lítil prósenta og þeir sem eru að markasetja, það eru miklu fleiri sem eru að fá bata heldur en þessi nokkrir sem að fá einhverja skrýtnar hugmyndir. En þetta líka því að þau eru eftirfylgd. Skilur, þú ekki að gefa eitthvað ef þú fylgist ekki með því, en ég ekki að segja það að þessu tilfelli, en mér oft grunar þegar svona fólk tekur oft upp á því að gera alveg crazy hluti, af því það var þekkt mál og það var David Healy, það geðlæknir, sem komst inn í arkífs eða komst inn í heimildir hjá lyfjafyrirtækjum, þar sem að sá hvernig þið héldu til haga hlutum sem þið vildu ekki að það kæmist á framfæri. Það var eitt mál sem að var bara maður á miðjum aldri sem allt í einu tók upp á því að hann drap alla fjölskyldu sinni og sig sjálfur og hann hafði aldrei sýnt neina svona hegðun en hann hafði verið að byrja að taka einhver geðlyf. Þetta bara algjörlega falið fyrir okkur. Þetta má ekki vitast því þá verður við hrædd. En það allt í lagi að nefna þetta að þetta til en það kannski mjög lítil prósenta en ef það eru 50 milljónir sem taka inn eitthvað ákveðið þá þarf ekki nema 5 dæmi til þess að gera eitthvað svona voðavegt en það ekki tvilt eftir því þetta bara sópað undir teppið sko. Já, en þegar að sko ef að það þannig að veikur maður og niðurstaðan svo að hann þurfi að vera í einangrunarvist. Já, og þá það, nei, ég ekki hættu þessu hættulegu sjálfu sér öðrum, og svo bara aðstæðu bjóð ekki upp á það og þá sá tími bara styttur, einhverju neyðist til að stytta hann, einhverju bara, en þú veist aldrei þegar þú útskrifar einhver að því ef þú, eins og við talum að það sé fáplás og þú þetta útskrifa, þá veistu aldrei hver mun gera eitthvað af sig, það veistu ekki, þá myndir bara halda öllum inni. Þannig að en við ræðum aldrei þessi mál nema gerist einhver svona voðaverk. Það málið. Já, en í staðan fyrir við eigum að ræða þetta alltaf. Og við eigum að ræða hvernig börnunum okkar líður, hvernig okkur líður, við eigum að ræða hvað við getum gert fyrirbyggjandi, við eigum að ræða hvað í samfélagin sem hafa áhrif og ég meina við báðum núna breytingar Íslands samfélag, það vill breytingar, það vill skoða betur eins og það við eigum öll að geta átt í okkur á. Launin eigum verið þannig að við eigum að geta og við eigum öll að hafa tækifæri til að skapa okkur heimili og við eigum ekki til dæmis að þurfa að nota stóran hluta tekjum okkur í húsalegu. Sko, það bara bein tekið á, þú veist að einhver tíma, sko það nákvæmlega sama. Þú segir, já, við útskrifum fólk sem hættulegt sjálfum sér og öðrum.
Hvernig maður að gera því? En ég segi sama, ef þú heldur svona áfram að fólk þarf að nota stærsta hlutana sínu, það sem það aflar tekna í að borga dýra húsalegu, að þá vitum við ekkert hvar tímasprengjurnar eru þar. Nei. En við ræðum ekki jafn mikið það. Nei, það einhver brýtur að sér, gerir eitthvað voðaverk, þá bara allt í einu. Stækka geðdeildirnar að byggja fleiri pláss og svona. Akkur erum við ekki með svona uppröpunarverki í sambandi við það að það er fullt af fólki sem sem bara býr við ömulega aðstæður og því ég er að vinna í þessu með fólki sem er á jaðrinum. Já. Og ég er að heyra sögur eins og til dæmis þau fá og þetta er oft einstæðir karlmenn, þau fá kannski í svona einhverju iðnaðarhúsnæði eins og við erum að setja fullt af útlendingum í, sem að hafa ekki, þau get ekki haft lögheimili þar, því það er ekki, sko, það er ekki samþykkt og þá fá þau ekki niðurgreiðslu, einhver leigubætur og hvað þetta heitir. Þetta fer alveg vítarhring, en þeir hafa ekki efna á að fara annar staðar, þannig að þá geta þeir ekki fengið, skilurðu. Þannig að það er svo margt sem þarf að laga. Það er ekki tekið á vandanum heldur, þetta fær bara gerjast einhvers staðar úti. Já, þangað til að gerist eitthvað svona. Og ég veit ekki, sko, pólitík snýst mismunandi aðferðir, hvernig við teljum að við getum gert betri samfélag, en ég segi alveg eins í samtíð við geðheilbrigðismál, þá erum við með ólíkar áherslur á hvað við teljum að þurfa að gera. Og ég sem er náttúrulega tilheyri geðhjálp, við höfum lagt mikla áherslu á svona forvarnir, eins og að styðja foreldra með ung börn, af því þar byrja tengslamyndinin. Og ef að þeir fá ekki, en hvað ef að gera ef að þau eru bæði að vinna og eiga ekki pening og þú veist hafa áhyggjur svona, þetta hefur þetta áhrif á börnin. Þannig að það er ekki nóg að kenna þeim tengslamyndum, við þurfum að búa þeim öryggi og þá er gert eitthvað svona barnabætur og bla bla bla, þú veist, það er eitthvað neginn svona plástra eins og hægt er. Til að íta vandamál. Og svo hefum við talað að við viljum að skólarnir takist á að það er unnið eftir hæfileikum en ekki eftir einhverju staðlegum fyrirfram ákveðum allir eiga að kunna þetta og hitta, heldur eigum við frekar að fylgja eftir áhugasviði nemandans. Af því við erum ofta að drepa sko áhugakvöt hjá ungu fólki og það sé ég líka, við erum að fá krakka sem eru algjörlega búin að fá upp í kok á skólakerfinu af því að þeir fá aldrei skilaboðum það að þau séu klár eða standa sig. Af því þau fitt ekki inn í eitthvað sem er fyrirbúin búið að ákveða. Þannig að allt þetta þurfa að takast á. Við viljum líka geðrætt bara tala að þú lærir alveg eins hvað hefur áhrif á líðan mína, hvað skiptir máli að þú veist, eiga vini, hvernig hefur það áhrif að geðhilsuna eða við erum okkur strítt og svona. Þú veist, þetta sé alveg jafn mikilvægt að kunna starffræði í alvörunni. Við getum bara ítt núna á einhverja tölvu og einhvern síma þá fáum út. En það þarf að breyta svo miklu og svo líka þetta með að það á enginn að verða út undan sko. Og það við höfum reynt að byggja upp eitthvað kerfi en okkur hefur ekki tekist það því ef að við erum með fólk sem upplifir það hefur ekki sömu tækifæri þá verða sumir verða reiðir þannig að það breynist gegn þeim sjálfum og það er oft fólk skada sig eða bara reynda mynd fyrir sér en stundum beinist reiðin gagnvart öðrum. Já, þannig að þarna getum við verið svona hægt að býða þetta að búa til einhver vandamál og það í fólki, sko, þá verður við svona að sko, íta fólki frá okkur. Sko, við vitum ekki hverju afleggingarnir kunna verða. Nei, en ég meina, sko, ég er hrædd við það að við erum núna að Ísland er að breytast og við erum að vera svona fjölmenningaþjóð. En við erum að vera mjög passasum að við þurfum að hlúa af þessu fólki sem við tökum við þannig að það hafi sömu tækifærin og geti framfleytt sér og upplifið að það sé fullgild en ekki einhvern veginn til hliðar. Það er sagt að fyrsta kynslóðin, hún er bara mjög þakklátt og beygir sig. En svo kemur önnur og þriðja kynslóðin, henni finnst það órillat því það hefur fæst hér á landi og er kannski, fattaru? Og það er það sem til dæmis er að gerast í Norðurlöndunum að það er að koma næstu kynslóðir, við erum að byrja á þessu þannig að við meðum ekki gera sömu mistök og þau. Það var oft eins og í Svíþjóð það hafi verið bara heilu hverfin þar sem er bara fólk að erlendum uppruna. Þetta má ekki. Það verður að blanda og líka eins og með en þetta er náttúrulega bara áskorun sem við erum að kjósa stjórnmálamenn til þess að
að hafa áhrif. Já. En svo þegar við kjósum og við breytum, þá ráðumst við líka alltaf á fólk og við viljum fá allt eins og skot, sko. Það er hérna, þannig að við erum strax eiginlega að byrja núna að ráðast á nýja. Nei, það sem eru bráðavandi. Já, það sem er bráðavandi, það hlýtur að þurfa að ganga fyrir. Já, mér heitist á henni heilbrigðisráðherra í dag að hún sé að bretta ermarnar. Já. En ég var nú með í einhverjum ára að kíkja við, það er nú alveg 3-4 ár síðan, það sem var verið að tala um svona öryggis, eitthvað svona fyrir þá sem var, ég get ekki séð hvað var þeim þá vinnu. Það var eitthvað, við tókum þátt í því. Kleppspítala sem var? Nei, þetta var einhverstaðar, nú veit ekki að því ég var einhverju nefnd hvað maður má segja, en hérna, nei, þetta var ekkert í tengslu, þetta var alveg að sér svæði það sem átt að búa til svona úrræði, sko. Veikir afbrotamenn kannski sem voru fangað? Nei, líka bara fólk sem hætluð sjálfsögð og öðru. Nei, en þú sér það hérna sveitafjölun að sligast undir að því oft þessi einstaklingar þurfa mikla mönnun og svona, þetta eru mjög dýr úrræði en það þarf líka að huga því að þau þurfa einhvers konar samleið, það er ekki einhvern veginn að taka þetta út, en það eru Reykjavíkurborg hefur reynt að gera heilmikið, sko. En þeir eru að sligast undir og svo meina ríkið þurfa að koma meira að. Þetta hefur ekki alveg tekist þetta með hvernig við skiptum á milli ríkis og sveitafélaga. Já, og á milli sveitafélaga, en alveg eins og er bara til þess með smáhísinn og útigangsfólki. Að það er svona liggur þungin á Reykjavíkurborg þó að sé fólk annars staðar frá, sko. En ég þekki nú nokkra einstaklingar sem hafa komist í svona smáhísi og líf þeirra hefur breyst alveg rosalega bara að eiga eitthvað sem er þeirra og hérna geta sko, ég meina, sumir get ekki nýtt sér neitt það sama hvað maður gerir en það er fullt af fólki sem er að nýta sér þetta, sko. Já, eins og líka gistiskýli, það er bara í Reykjavík en þeir koma annars staðar frá líka. Já, það er nú takmörku þjónusta svona, eins og hefur komið fram þegar eru svona kaldir vetradagar og þegar eru bara rekin út á kuttuna en þegar mótmæltu nú eitthvað var ekki, ég heldur að það ná árangri með því að það var nú eitthvað sem hétt dagsetrið út á Granda en því var lokað. Það er búið lokað því. En nú er Samfjáp búin að taka við hluta þessu en þau náttúrulega þurfa líka að hafa svona eitthvað sem er einhver iðja sem þau geta skapað eitthvað lista hérna smiðja og svona þannig hérna og líka það að geta ég man til því að það var mjög skemmtilegt verkefni sem sé á í Nóri það hér dagsverkið, sko en þá þarf þetta að breyta nálgununa því að þetta var í Bergen, sko að þá var það sveitafélag það var með ákveðna vinnu og þeir fyrstu 20-25 sem kom á morgnana þeir fengu einhverja vinnu sem var 2-3 daga 2-3 tíma og það var ekkert verið að aðtuga, sko, hvort þú var undir áhrifum eða ekki, bara þú getur útvart ákveði verk á fyrstu borgað en þeir þurfti ekki að gefa það upp, þeir fengu bara peningana og auðvitað notuðu sumir það beint í fíknefni en sumir fannst þetta svo mikið og þetta breytti svo líður að þeir fóru að reyna að vakna til þess að fá vinnuna og svo kom löngunin til þess kannski að taka sig á þannig að það var þarna einhver hluti það þurfa að vera alls konar, það þurfa að vera bara mismunandi verkefni til þess að höfða til ólíkar hópa og sumt text og annað ekki en ekki að gefast upp og bara sopaðis undir teppi, sko. Þá getum við fengið þá geta gerst. Svona eitthvað hryllingur. Og ekki að vera, sko, en ég hef líka séð það svona fólk sem hefur brotið af sér og er að koma þar sem ég er svona daglega og eru mjög miklu fordómar gagvart og þeir eru kannski búin að setja þessu dóm og svona og það fréttist eitthvað í dagblaði, eða var í dagblaðinu í gamla dag og svona. Og ég finn alveg að það er svona ákveðin svona fordómið vil ekki hafa viðkomandi nálægt sér og þá er ekki betra að viðkomandi sé hjá okkur það sem að getur verið með okkur að gera hluti og er í samfélagi manna heldur hann að sé einhvers þegar kotast inn í einhverju herbyggi og þá virkilega fer viðkomandi eitthvað að brjóta af sér af því þá er hann svo einn og afskiptur og þá kemur, þú veist það þurfa allir að hafa eitthvað að vera á daginn og tilheyra einhverju starra samhengi. Er samfélagið ekki vont við fólk sem er öðruvísi? Sko, við erum komin að það stað að við ætlumst til að sérfræðingarnir sjá fólk sem okkur líkar ekki við eða öðruvísi eða haga sér einhvað skringilega. Við erum hætt. Þetta er ekki okkar ábyrgð lengur. Nei. Og í þessum, sko, bæði litlum samfélagum þá getur það verið kostur en það getur líka verið ókostur
ef einhver einangrast algjörlega einhver samfélag og enginn vill og hann finnur bara að enginn vill meðan hafa þannig og þetta líka, ég meina stórfjör, það vantar, við þurfum aftur þessa stórfjörskyldu sem að skipti sér af, það sem að eru sko frændur sem eru kannski eða frængur, það var alltaf fundið einhver verkefni sem ekki í dag og svo erum við mömmurnar náttúrulega, ég ekki að segja að við erum að fara tilbaka en það engin það sem mömmurnar sáum áður, það í rauninni enginn sem tók við því hlutverki, það leikskólan og svona, en það ekki bara eitthvað á daginn, það líka eftirmiddagen, það líka á kvöldin og líka við megum ekki verða það þreytt að við getum ekki skipt okkur af, ég meina þeir sem að vinna mikið og í lægstu laununum, þeir hafa einhver orku til þess að kannski hjálpa einhverju barni sem á einhver vandræðu og þarf að styðja eitthvað meira við heimanám og svona. Og jafnvel sko fóreldur sem í 2 eða 3 vinnum og sem kom heim bara seint á kvöldin. En þarna voru kannski einhver amma í einhverju horninu með sokkana og var með grjónagrautin og kleinurnar. Þetta ég mæli fyrir því að við þurfum aftur að fara að hugsa að hanna, arkitekturnar þurfa að hanna svona hús sem að geta verið fleiri kynslóðir og líka þú veist fyrir þá sem að sko koma ellendis frá að maður eigi þú veist að maður getur líka verið amma einhvers þó að það sé ekki mann segi skilur við því að við þurfum líka að þetta að vera hlutverkalaus og enginn hafi not fyrir mann bara heilsuspillandi sko maður fær svo mikið út úr því að gefa eitthvað af sér og finna að maður skipti máli fyrir einhvern sko. Það ekki endilega fjölskylda. Nei, en svo það komið sko breytingarnar á síðust árum eins og út að það krakkarnir þegar skólinn búinn þá fara þau innan skólans og bíða eftir að mamma og pappi búin í vinnu en ekki þá til af og ömmu eða Nei, því þau eru líka að vinna núna. Já, þau eru það reyndar. Já, ekki allir, nei. Nei, ekki allir, já. Nei, þetta er svona, já. En en svo er náttúrulega líka að vera að tala að sko, þetta verður mikið í símónum og samfélagsmiðlum að við erum hætt þessum tengslum. Já. Við ættum eiginlega bara, þú ætti bara að vera í svona einhverju textasamskiptum við mig, komum með spurningar og ég svo. Já. Þú veist, það eitthvað sem gerist mann á milli sem að við sjáum ekki en hefur áhrif á sálina. Alveg eflir sko. Já. En það samt sem áður. Það þetta ömurlega mál og það koma upp, þetta svo svakalega hart og svona menn eins og ég og svona allur almenningur horfir á það, heyrðu, hann átti að vera ennþá inni þegar hann gerði þetta í þessari nauðungarvistun. Þegar þetta gerist þarna í Neskaupstað. Já, en verður þetta ekki aðtuga hvað klikkaði? Jú, væntanlega, en sko, gerðin svo sama, sko. Já, en sjáðu hver svörin eru samt. Sem ég ekkert vissum að verði lausnin. Svörin eru, jú, við erum að reyna að gera eitthvað í málunum, við ætlum að gera þetta. Svörin eru, við erum alltaf fá leguplás. Ég sammála þessu öllu, en ég veit að það verður ekki nóg. Nei. Ég veit að þú þarft að vinna á fleiri plönum. Já. Þetta er auðveldasta svarið. Já. Það verður ekki nóg, vegna þess að það kemur annað og það kemur annað. Og ef þú aldrei hugsa fyrirbyggjandi, þá bara mun það stækka. Og það verður líka að setja eitthvað fjármagn í forvarnir og það bara örlítið prósenta en ég alveg sammála það þarf að bregðast við þessum vanda fyrir þessa einstaklingar sem eru núna sem við vitum að gætu og því það eflaust fullt af fólki kannski ég held að sé ekki þetta eru kannski innan við Já, en sko það við höfum talað svona innviðaskuldina, vegakerfið okkar illa farið og annað eftir því og svo kemur þetta núna allt í höfuðið okkur að þarna vantar líka að við höfum vanrækt svolítið að byggja upp samfélagið. Við höfum haldið að við kemumst upp með það. Já, og flýtur en ekki sekkur hugsanáttur eitthvað svoleiðis. Það náttúrulega ekki nóg gott.
Nei, en nú erum við að bera okkur saman við aðra þjóðir Já. að það sé svo mörg rými þarna. Þeir eru samt líka, lendi í vandræðum. Þó að þeir sem er miklu fleiri rými og eru kannski með svona öryggisdeildir. Þeir eru líka, það er líka svona alls konar samfélagsvandamál sem og kemur upp svona atriði sem eru hörmuleg, sko. Já. En hvað vilt að ég segi? Já, ég er sammála þér að það þurfi að gera. Já, við erum öll sammála því, held ég. En eigum við að finna einhverja sökudólka og hengi einhver upp á torkum, ég meina. Nei. Já, en ok, við erum inn við að skuldir. Við erum að laga það sem miður hefur farið. En nú erum við ekki að gefa þessu fólki séns núna sem að er með mjög góð og háleit markmið. Jú, og vonum bara þeim takist vel til. Já, ég vona það svo sannarlega, en ég líka vil gefa þeim séns. Nú erum við búin að kjósa og nú erum við 4 ár. Sko vona það haldist, sumi vilja það haldist ekki, ég vona það haldist. Já. En þá er þeir mikið færri. Það eru 70% stuðningu í ríkisstjórnina, þannig að eins og ævinlega í upphafi. En venjulega er nú aldrei, komast þeir aldrei að sem ég kýs bara svo það sér. En þegar við erum búin að kjósa, þá á maður að fylgjast á bak við það, sama hvaða lið það er. Jú, mikil okkur. Já. Og nei, en segðu mig frá geðhjálp. Eru þið með marga skjólstæðingar? Eru göngudeild eða hvernig? Nei, við erum ekki að reka neitt. Við erum ekki að reka neitt þjónustu. Við erum hagsmunasamtök og við erum að reyna að benda á það sem betum að fara. En það var settu til dæmis svona sjóður, geðheilbrigðissjóður, þar sem við erum að styrkja verkefni sem reyndar það er alveg geðhjálp leggur fjármagn í það, en það er alveg sjálfstætt. Það sem við erum að reyna að styðja við svona nýsköpun. Það sem er kannski verið að nota meira svona skapandi iðju, það sem er verið að vinna með styrkleika fólks, koma á fót fleiri jafningum, það sem að fólk getur nýtt reynslu sína og getur fengið störf við það. Þú veist, að því að það er fullt af fólki þarna úti sem hefur kannski mjög ungt lent í einhverjum svona geðræðamerfileikum og hefur ekki klárað nám og heldur bara það mun aldrei fá neitt eina vinnu sem að henda þeim. Svo allt í einu uppgötu að ég get notað reynslu mína öðrum til góðs og þá fá þeir von og þetta er nám sem byggjast að því að það er þeirra reynsla og þeirra áherslu sem fá að njóta sín og það er oft ekki alveg í takt við hefðbundið en við þurfum líka hefðbundinu þjónustu að halda bara svo það sé sagt. Við erum ekki að kasta öll út en við viljum að þarna sé öflug hópur sem að fá að starfa saman og að þau sé alveg á sama plani, skilur við. Og við höfum líka verið að berast fyrir því að koma á svona við köllum það skjólshúsi, algjörlega rekið af fólki með reynslu. Já. Ég ætla ekki að segja göngudeild á en ég ætla svona að vera kaffistofa eða eitthvað sem fólk Nei, við hættum því. Það var svona félagsmiðstöð þegar var á Tungutunni en svo var ákveðið að við myndum bara reyna að fara í svona mannréttinda baráttu og værum ekki að eyða orkunni í að því nú eru líka komnir fullt af stöðum. Það eru margir staðir í bænum þar sem fólk getur fengið félagslegt og kaffisópa og svona. Ég kom eins og í heimsókn á Tungutuna þannig að... Já, það var mjög yndislegt hús, það er ekki að þið sendir á Indverið eða eitthvað svona núna. Jú, ekki. En það hús var geðhjálpa sem tíma, það var einhver ekkja sem gaf, en það var orðið svo dýrt í viðhaldi að það vildi mikið eyða peningunum í að reka hús, vildi frekar eyða peningunum í að koma á góðum verkefnum. Og átti geðhjálp allt húsið? Já, það var allt húsið. Og það hefur, stór hluta því hefur unnið í hennan sjóð sem er úthlutað hverju ári og svo náttúrulega það er hægt að fá ókeypis ráðgjöf þannig að það er ráðgjöf þarna sem að þú getur leita til svona til að finna út eða þú ert ekki alveg búin að átta þá hvað er hann úti, hvað er hægt að leita til og svo náttúrulega hefur við núna með G-vitaminið hvað getur gert á hverjum degi sem að til að hafa áhrif á geðið svona. Svo vorum við geðlest sem fórum út all land og vorum að tala um geðheilbrigði. Fyrir 2 árum fórum við alla grunnskóla. Þannig að nú töluðum við sveitastjórnarmenn og hefðum fundi fyrir almenning og hefðum svona tónlistaratriði og bara líka skemmtilegt og svona að minna það að það er margt jákvætt sem að þarf að hlúa að. Já. En við erum líka lagt áherslu á það að það verður byggðin í geðdeild og það hafa farið, við fórum þá var farið til að skoða geðdeildir í Danmörku og held í Skotlandi einhvers staðar sem við fórum nokkur
til þess að þannig að við styðjum það, við viljum það líka en við erum mjög upptekin að þessar líka hugmyndafræði að á sama tíma verður val hugmyndafræði að við erum ekki öll eins og við viljum leggja áherslu á þessa reynslu hvað hún skiptir miklu máli. Já. Því miður margir sem að finnst ekki að þó þau komast inn á geðdeild og þá eru svo mikla væntingar hjálp og svo kannski bara enginn sem tala við það og það kannski eina sem það eru lyf, nokkuð viðtöl, kannski ekki einu sinni viðtöl og þannig að það svona, fólk ekki ánægt, en svo líka fullt af fólki sem ánægt, sko. En við viljum líka hlúa þeim sem ekki ánægðir. En náttúrulega eflaust fullt af fólki sem á við gerna vandamálastrið, ekki sjúkt eitthvað að það nær að lifa ágætu lífi. Já, elskan. Jú, þetta engin dauðadómur. Nei. Og þú getur til eins og það sem talað svona alvarlegast eða þú svona skynjar heiminn og annan hátt, það talað að þú getur verið geðrofi, en geðrof þarf ekki bara að vera eitthvað sem neikvætt og þú haldir að það sé einhver eftir, heldur líka bara þú skynjir heiminn og annan hátt, að þetta margir lifa með þessu og það þarf í rauninni ekkert að meðhöndla þetta. Það ef við erum hrædd við þetta eða aðstandendur. Það náttúrulega áhugavert að það var ein kona sem var búin að ganga dálítið lengi til geðlæknis og hún var með svona heyrðiraddir og skynjaði hlutina annað hátt og hún segi, þú ert alltaf að spyrja mig hvort ég heyri þetta og þetta, af hverju talar ekki við einhvern í ættinu minni, þetta meira á minni í ættinu minni og ég eina manneskjan sem meðhöndlu hjá geðlækni og honum fannst þetta alltaf áhugavert að því hann hélt að allir væri sjúkir, þetta er alltaf langt síðan, kannski 30 ára eitthvað svo leiðis. Þannig að hann kallaði til og hafði stóða ráðstefnu í Hollandi, fólk sem heyrði raddir eða skynja hann átt og reyndir svo að fekk svo stóra hluta sem hópi til að rannsaka og þetta var oft sem að byrjaði svona, var við einhver áföll í æsku og ef þið voru send til meðferða, það var ef þau sjálfur hrætt við þær upplifanir eða aðstandendur, en margir urðu ekki hrættu við þetta og þetta var bara hluta af þeirra persónuleika. Þannig að það hægt að vinna og starfa við þetta og þarf ekkert endilega meðhöndla og margir sem eru að fá meðhöndlun með lífum eins og mér raddir svona, heyra en það raddir og svona. Þeir fara ekkert endilega. En það þarf kannski, við erum svona mismunandi, sko, við fæðust öll með ákveðin útbúna og sumum okkar eru viðkvæmari aðrir og þola minni streitu og þurfa kannski meiri stuðning. Þetta er svo kannski lítið blóm sem við þurfa kannski skoða jarðveginn og rakan og ljósið. Og það enginn sem fyrir að reyna að laga eitthvað blóm á þess að huga umhverfinu. Skilur við? En við erum nákvæmlega eins. En við erum samt búin að búa til einhverja meðferðir þar sem við tökum bara blómið og ætlum að reyna að hristi það lífi á þess að hlúa umhverfinu. Sem vonlaust. Sem vonlaust að vera. Já, eins og gullfiskurinn, þú skiptur vatn. Ef hann eitthvað slappur. Heyrðu, en við skulum segja þetta gott. Ég þakka mikið fyrir komuna. Ekki máli. Elín Ebba Ásmundsdóttir. Og eins og ég gat hérna upp að þá ætla ég ekki að lesa hvað næst á dagskránni, ég man það ekki, en það veldur örugglega ekki vonbrigðum, en ég þakka fyrir mig að sinni. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is